sæl og velkomin í hlaðfréttir. Það ný vika, nýr tími, live showið var helgina. Fannar? Ég er mjög þakkláttur þeim sem komu og horfðu á okkur. Mikið var þetta gaman. Þetta var gaman. Óbúslega gaman. Þetta fyrir fyrst skipti, við höfum sagt það náður þar sem að fólk borgar sig til þess að koma og sjá eitthvað sem við erum að gera. Já, við hefum verið svona þvingaðir á fólk síðan 2012. Árshátíðum og söngvakeppninni. Já, fólk svona er ekki að borga sig sérstaklega fyrir það. Nei, og ekkert endilega biðja að sjá okkur, við bara erum hana. Já, en það var gaman að finna fyrir því að það var greinilega einhver eftirspurn. Já, og hérna bara þakklæti, mikið þakklæti og hérna við lofum því að þetta verður aftur. Innan skams. Já, innan skams, klálega. Við erum að plotta það, sko, hvenær og hvernig. Við látum ykkur að sjálfsögðu vita þegar svo miðasala fyrir í gang. Já, en það var fullt af fólki sem er náttúrulega að hlusta sem var ekki á live-sjónu, sem að upplifði þetta ekki sem við upplifðum og þessir sem voru í salnum upplifðu. Við vorum náttúrulega með marga góða gesti. Kristún Frosta kom, frænka, stóð sér prýðilega. Hún var mjög flott. Já, mjög. Hún baðaði mig. Já, hún gerði það nú eiginlega ekki, sko. Mig langaði að, þú veist, búa til gamla minningar. Í alveg, ég er ekki að ljúga því, við vorum mjög mikið saman í baði sem krakkar. Já, eins og maður gerir bara. Já. Hvenær fyrir það að vera skrítið? Hvenær var skrítið að fara í bað með frænku sinni? 5 ára? 7 ára? 9 ára? Já, þú kannski 9 ára, börn verða svona smá Hvað er Eysteinn gamall? Sko, hann er 9 á árinu, dóttir mín er 7 á árinu og hún er alveg orðin meðvitið að þú veist, hún á ekkert alltaf að vera að sína píkuna út allt, sko. Nei, eða ekki, en er þau saman í baði til mér? Já, þau gera það. Já, ok. Þau gera það. En fer það ekki alveg að hætta? Jú, það fer að vera skrítið, en ég ætla samt að gefa þið smá. Já. 2-3 ár, 4-5. Já. Ekki 5. Það er ekki kynþróska. Hver verður maður kynþróska? Er maður bara komið hára á allt rastlið og eitthvað svona? Það er ekki 12 ára eða eitthvað? 12, já, það er mjög örlí. Stelpur ofta undan strákum. Já, það var skrítið að það var saman í baði og Katrín var kynþróska en ekki Eysteinn. Það væri bara fáránlegt, sko. Allavega. Ég ætla að segja svona 10 ára. 10 ára þá er þetta orðið pínu skrítið. Já, ég örgulega... Þá er ég að meina að fara í bað með frænku sinni. Pínu skrítið. En maður þá segja, hvenær er skrítið að fara í bað með barninu sínu? Skilur, hvenær... Já, hvenær hætti það? Hvenær hætti það? Gætur þú farið í bað með Eysteini núna? Já. Ekkert af því. Svo, já, ég held að sé bara þetta 12 þegar þau fara að vera svona meðvituð og... Já. Ég held það. En ég meina, ég færi í bað með Svenna í dag. Þetta er það ekkert skrítið. Já, fyrst alveg ekki fræðilega, bara möguleiki, fysikli möguleiki á því, sko. Nei, báðir stóri menn. En maður þyrfti bara að baða sig. Við varum bara báðir eitthvað í veiðiferð og það var bara núna ón í baðið. Mér var alveg sama. Svo hætti maður að pæla í þessu. Já, svo verður það gamall að þetta skiptir ykkur máli. Nei, þetta er eins og bara gamli kallar í Sundi. Það verður allsberið bara drullu saman. Já, og gamalt fólk á elli heimilum og svona. Já, hvenær hætti maður því þá? Þú veist, eins og ég fyrir Sund, þá er ég svona smáspýrættur eitthvað svona. Já, ég er það líka. Skilur, þetta er eitthvað þægilegt. Nei. Ég er ekkert endilega að fara í svona sturtuglega sem er fatahengi, eða hvað heitir þetta? Ég skil þig. Sturtuhengi, Nei. útlendingaklefana, sko. En, já, hvenær er það, sko? Hvenær er bara skýta drullu sama? Bara að vera allsberi bara eins og verið í fötum? Ég held að það kannski gerist aldrei. Eitthvað þú getur bara labba nakinum bara á laugaveginum eða eitthvað. Nei, ekki þannig, skilur, en eins og bara þetta í Vesturbælauginu, skilur Já, ég held bara að þú fattar þetta skiptir ekki raskat máli. Við erum öll bara einhver líkamar og húkjörst það er tippið hans og rassinn hans og bara Fórst þú ekki stundum í klefa með mömmuðinu og svona? Sem barn? Jú, en ég reyndar sko, ég man ekkert sérstaklega eftir því sko. Börn eru mjög ung þegar eiga hætta að fara með þér í klefa og ég þá bara fara í sinn klefa eins og Katrín má ekki lengur fara með mér í Sund og fara í kallaklefan sko. Hver er með regluna? Það er skóli, þegar við byrjum í skóla þá hættir það. Og hver ræður því? Er það bara Sundlaugar Reykjavíkurborgar? Góð spurning, örglega sko. Er þetta ekki bara svona mannleg regla? Nei, það er regla bara hann má eða hún ekki koma með þér inn auðvitað er barnið skítrætt og eitthvað með einhverja greiningu eða eitthvað þá örglega en heilt yfir þá er það bara bannað henni eða honum er ekki hliftir í klefan kannski er það alveg eðlilegt já skrítið að var einhver 15 ára stelp alltaf í klefa þetta getur skrítið fyrir marga já hún hittir kannski einhvern vin sinn sem er með henni skilur þú? Já, getur við bara mjög óþægilegar aðstæður okkur fórum að tala um þetta
Því þú varst að biðja Kristrúnu Frostadóttur frænkuðin að baða þig á sviði. En ég var í bleiu, svo ég taki það fram. Ég var í fullorðins bleiu og við báðum Edda okkar sem bara hefur hjálpað okkur með allt sem við höfum að gera að redda bleiu á mig. Og ég var í sjokki hvað bleian var fullkomin bleia. Þetta var bara alveg eins og bleian sem Dagur sonur minn notar nema bara miklu stærri. Og bara alveg eins. Já. Bara sama form, þetta svona buxubleia skilur, ekki svona sem var strappar. En það vantilega einhver svona kíló að hámarka á þessa bleiu því að hún var frekar þröng á þess. Hún var extra large, takk fyrir að segja hún hafi verið þröng. Ég sá Fannst þér hún ekki þröng? Jú, hann var samt bara eins og bara svona góðar nærbuxur, skilur. Mér leiði ekkert illa í henni. En þetta er ekki stærsta bleian á markaðunum? Nei, pottið ekki. Það er okkur til eitthvað extra large. En það sem ég hrætti smá sko því ég var í joggingbuxum fyrirpart sýningar og ég var smá hrættur að þegar ég myndi girða niður mig, talandi maður spjörhættur, en ég er alveg smá, að ég myndi bara svona girða alveg niður mig og standa bara á tippinu fyrir framan alla. Já, óvart, já. Það hefði þetta verið fáránlega að fyndið, en mér hefði liðið illa með það sko. Já, ég trúi, það var allir búin að sjá það tippi sko. Hann skreppur allir saman þegar maður er stressaður og já, eðlilega er þið óþægilegt sko. Ekki fallið sjón sko. En það var tvennt sem foreldrar mínir báðu mig þau komu á livesjóið, ekki fara úr fötunum og vertu nú huggulegur til fara, vertu svolítið svo hann Benni. Já, í 10 eftir. En ég hugsaði bara, ég ætla að fá að vera ég sjálfur, ég ætla að láta mig líða vel á sviðinu, svo var ég fínn eftir líða sko. Já, Gunni, hann fór í töðunar á hann að ég væri svona fít sko, því hann ætlaði að vera fínastur. Já, var hann það ekki? Ég myndur að segja, ég hef verið nú aðeins fítn en hann sko, ég hef verið 10 eftir. Hann var í einhverjum gömlum bossjakka. Já, en þetta var gaman, þetta var virkilega gaman. Já, og svo kom líka Sigmundur Davíð, við gáum honum heiðursvelun hraðfrétta. Og höfum engan tíma eftir vera? Nei, við höfum engan tíma fyrir hann, við knúsum hann bara upp á sviðið og svo kom Haukur Hólm, við buðum krulluna hans upp, kliftum krullu af Hauki Hólm og hún fór á 100.000. Já, svo stoppaði bara alveg þar. Svo prófaði eitthvað, 150? Já, fólk var ekki til í það. Nei. Þetta er 100 skrónar virðið þessi krulla sko. Og svo gáum við vissulega þvottavélar og þurrkarar frá Ormsson, takk fyrir Ormsson, sem eru okkar styrstaraðalar frá og með núna. Og það var svo gaman að fylgjast með því að það voru allir, þessi fólki sem vann þvottavélar og þurrkaran þurftu einmitt á því að halda. Já. Einn átti ekki þurrkarað eitthvað og hinn bara þvottavélar og gömul. Og svo var gaman að fylgjast með þeim burðast með þetta út sko. Og þurfti að panta sér leigubíl. Já. Burðast með þvottavélinni leigubíl. Já, ég sá sko stóriði hjá konunni sem vann þurrkaran og hún bara fór beint heim bara einmitt í leigubíl með þurrkara. Já, voru þetta alltaf má leiðindi við fólki að því að þú veist, þetta er kannski fólk sem ætla að djamma. Nei, þetta grínast, eigandi vinna þurrkara minni bilaður sko og þvottavéli mín. Já. Þannig ég hef mikið viljað að vinna þetta sko. Þannig að nei, auðvitað ekki, það gefins þurrkara. Það grínast hvað næs. Þetta er svona dót sem nennir ekki að kaupa þér eitthvað, þvottavélinni biluð og það kosta alltaf lúmst. Já, eins og núna, nú er þvottavélinni mín biluð og ég get eitthvað svona annarkvæmt farið með henni í viðgerð og það er eitthvað borga 50 skall og kemur ljós, nei, hún er ónýt. Já, ok, frábært. Og það tekur ógeðslega langan tíma að komast fyrir í þvottavéla viðgerð og þannig að veist, ég er bara á þessum stað. Við þurfum bara að taka ákvörðun í og vala, ætlum að kaupa bara nýja þvottavél eða eitthvað. Þú ert alltaf að fara að gera þegar Ormsson, það er bara frekar. Svo náttúrulega þökkum við líka fyrir Thule, fyrir flæðandi bjór. Það voru allir í Thule, gaman að sjá það og svo var Nóa Sirius náttúrulega með okkur með nammi bara uppáhaldsnað með hans Benna og uppáhaldsnað með hans Fannas. Það var aldrei sagt reyndar en það voru svona eplahringir og pipar tromp. Og svo líka bara póstinum, við vorum með mannaráðninga einslag. Já, pósturinn maður. Póstinum til heiðurs. Herru, svo talandi það að ég pantaði bólina, við gáum líka bóli þar sem að ég vann þvottavél á livesjónu. Ég pantaði það, ekki gegnum póstinn. Sótti þetta í Póstólf og þvílík negla var það maður. Var ekki næs? Já, það var á Birkimel, Póstólfið. Já, er það svona þitt Póstólfið það? Það er svona, já, mitt go-to, það er svona þægilegt aðgengi, ég get eiginlega bara kyrt að Póstólfinu og opnað rúðuna sko. Já, ég Póstólfið mitt í farið sko, af því að Ötti opnaði einhvern stað. Heldsvíblið maður. Já, heldsvíblið. En svo, já, fyrir ekki? Nei, alltaf rám. Já, ég ætla líka að afsaka að við erum ekki mynda því að stúdíóið er ekki komið upp aftur. Við fórum með stúdíó í Austurbæ og þannig að við erum bara í landstúdíó í dag meðan Eddi okkar er að byggja aftur stúdíóið okkar. En svo náttúrulega vorum við með tromp í hendinni
fyrir lokaatriðið, fengum alla oddvitana og í lýsingu af viðburðunum stóð náttúrulega við ætlum að fara í kappræður svo bara í vikunni vorum við bara við nennum ekki að fara í kappræður sko. Djúvill það eitthvað leiðilegt þannig að við gerum annað. Mér langar líka að benda fólki á heimkaup.is þar getið fengið sendt heim til ykkar áfengi eða komið og sótt í Netto í Mjódd, afhendingarsvæðið þar þetta er inn í Netto í Mjóddinni og ég meina Mjóddin bara orðin bara miðpunktur Reykjavíkur. Já, heldur betur. Þannig að endilega nýtið ykkur heimkaup.is, ég er búin að prófa þetta er fáralega næs. Já. Ég er svo nútímavættur, þetta ekki ánægð með það? Jú, þú ert allir að koma til sko. Með hvað ég er og við ungir sko, þá er ég oft mjög tregur með allt svona. Já. Þannig að það er búið að kenna mér á svona vefdót betur eftir að við byrjum með þetta hlaðvarp. Já. En alltaf ekki að segja frá oddvitunum með það, ég var spenntur Jú, það er náttúrulega sem vakti helst athygli. Við náttúrulega letum syngja. Við fórum ekki kappræður, við fengum bara til að syngja. Átta stærstu oddvitar Reykjavíkur. Já, við settum okkur smá reglu að því að sko lagið sem er sungið, það eru bara 8 línur, skilur við, það er ekki pláss fyrir fleiri. Þannig að við settum okkur regluna, þeir sem mælast með mann inni fá að vera með. Þannig að við vorum ekki með flokk fólksins okkar borg og góðan daginn. Nei, fyrir ekki við. En ég var að hlusta á brot og hlustundum að meta það með okkur. Hver er mjög besti söngvarinn að þeim? Já. Ari byrjar allavega. Ari byrjar, hlustiði. We can go on, pretending day by day that someone Einar. somehow will soon make a change. Svo kemur Björg. Píratar. Heyrðu salinn, taka vel. Vá. Ég fæ gæsahúð. Ég var að fara að segja það saman. Vá. Hvað kemur svo það? Hildur Björnsdóttir er næsta þig. Já. Þetta var Silja Sóley, sósíalisti. Pétur Martins. Sanna. Þarna stóð salurinn upp. Vá. Þarna fæ ég ekki þessu. Köll. Og svo vorum við leiningesti. Ef að leifa að fólki að hlusta á það? Já, þeir eru náttúrulega rosalega, hlustið nú vel. JJ. Já, þetta var algjörlega sturlað og það sem er náttúrulega magnað með Frikka og Jón er að þú veist mæta þarna bara hvað segirðu, hvaða lag þetta aftur líka við sko bara eisa allt sönglega séð sko og voru bara að hlusta á svona upptökum eitthvað svona síma svona inn á klosti eitthvað já, þetta er svona alright, ég fer upp á sig svo bara þeir eru náttúrulega atvinnumenn í að syngja já, mér finnst alltaf magnað þegar ég heyrið að syngja hvað þeir eru ógeðslega góða söngurar en besti sko sem fagmaður í söng þá var Hildur Björns best já, svona pælir í ef þetta er einhver keppni sko. Þetta er keppni ég hafði gaman að Pétri, hann er svona fótboltasöngvari hann bara svona já, búin að syngja marga svona fótboltasöngvana og fjösnaði læginu bara út Ari kom líka óvart sko. já, Einar er náttúrulega í kór þannig að hann var svona já, kannit alveg þannig mér varstu bara öll koma sjúklega á óvart sko. já, þau eru öll geggjuð og ég þakka þeim kærlega fyrir að mæta og þetta er samt svolítið fyndið með svona kostningar og svona, þau mæta bara í allt ég veit það
það er ekki eins og þetta hafi verið í sjónvarpinu sko. Nei, Þetta er bara fullu salur á Austurbæ sem sá þetta en já, það er bara, þú veist, það er bara gaman að því en ég meina kostingarnir er ekki búnar við verum til dæmis með útsendingu frá Sín gott kostingakvöld, já, heldur næsta betur með lögadag þannig að show must go on sko. það verður nú sjó og þeir sem eru að hlusta þeir mistu að þessu, komið bara í salin á gott kostningakvöld, það verður stemning þar bandmenn, fullt af gestum, fullt af söngurum Nóa Túle, vá, það verður allt flæðandi nammi frá Nóa maður já, örgulega en já, þetta var bara ótrúlegt maður bara Hvað þetta var að grenja eða? nei, ég var meir sko Eða það? Ég komst aldrei þangað ég var allan tíman eitthvað svo upptekinn af tímanum og eitthvað svona ég var meir þegar við bara löpum inn á sviði í fyrsta skipti og væri bara eins og ég segi, við opnum þátti með að ræða þannig að fólk sé að borga sinn á mann Já, eitthvað sem bara söngvarar og uppistandarar eru vantarlega bara gríðarlega vanir sko en mér finnst það ekki sjálfgefið maður er einhvern veginn bara, já, takk fyrir þetta ég hugsaði það bara allan tíma hann var líka á fremsta bekk, fasteignasalinn Kjartan já og ég hugsaði, vá, takk Kjartan, Takk Kjartan ég bara var alltaf þakkláttur fyrir Kjartan sko Já, af hverju? þeir bara að skildi hafa keift sinna En af hverju? ekki bauðst Nei, af hverju veist þú hver Kjartan er? hann er bara frægasti fasteignasalinn landsins hann og Páll Pálsson eru bara geiturnar í fasteignabransanum. Þú náttúrulega gerði þér hann að fastegna þetta fyrir stöðu 2 á sín tíma Kjartan verður ekkert inn í því Nei, en þá ertu svona smá inn í þessari kreðsu ekki raskat sko bara. Fastegna markaður nefnir fyndin sko. Þessi fastegnasalar þeir eru einhvern veginn svona einhver celebrities Þú veist, þeir eru á skiltum og hér og þar og einhverjum auglýsingum já, Þannig fólk svona veit af þeim Skilur þú? já, Þetta er svolítið svona fyndin frægð að vera þekktur sem fastegnasali já, þetta er svona auðveldasta leiðin til að vera frægur er það ekki? Jú, en það er náttúrulega ekki erfitt að vera fastegnasali Ég held að það er mjög krefjandi vinna sko. Farið þið bara að skoða þetta Hvað fannst þér? Já, flott, tilbúð, ég veit ekki, hvað en þú þarfst að vera svo ógíslega duglegur líka þú veist bara vera bara graður og bara Já, takum þetta símtölum eitthvað Já, það er komið eitt innan yfir ég myndi bara býða Já, það er mikill áhugi fyrir þessar eign Já, og svo er Hera Björk náttúrulega líka fasteignasalinn hún er örugglega frægasti fasteignasalinn svona sem manneskja Já, hún er náttúrulega fræg hún er fræg fyrir annað og svo er hún líka fastegnasali Ég held að færri sem vita að hún sé fastegnasali heldur þú sönguna? Já, pottþétt já En þeir eru náttúrulega misgóðir þessi fastegnasalar líka sko. Já maður er alveg lent á einhverjum skítalabba sko. Er það? Kjartan er það ekki Nei, Já, yndislegur sko. En maður er alveg lent á fastegnasala sem bara veit ekkert um neitt sko. Hefur aldrei lent því, hefur alltaf fengið góðan fastegnasala Ég hef bara selt eina íbúð skilur. Þannig að ég og það var góðu fastegnasali Ég reyndar ekkert oft fengið fastegnasali upp í hennar Nei, bara 3 Það var einn kúkalabbi af þessum 3 Já Nei, ég er ekkert að meina kúkalabbi Ég er bara að meina, þú veist bara svona þú veist bara fólkið mig samt í því sem það gerir Já Eitt sem ég gleymi líka að nefna ég þakka Gissuri Páli líka fyrir hann opnaði sjóið með næstum dorma talandi að vera góður að syngja það er bara, þú veist, þetta er ekki tækt sko að vera svona ógeðslega góður að syngja hann mætti líka bara svona 5 mínútur bara í kjólfötum og bara, hvað segir þið strákar, hvernig er Jón bara svo slagur En nú líka sko því við vorum alltaf að fela fyrir fólki svona hvað er þetta þú veist, núna alltaf er það komið í ljós hvað þetta er þannig að næst þegar þið kaupið ykkur inn á live show með okkur að þá þetta verður alltaf einhver óvissa skilur við þetta verður svona í þessum dúr við munum aldrei gefa upp eitthvað Gissur mun opna þetta, svo kemur Kristrún svo gerir svona Nei, aldrei Þannig að þið þurfum bara að treysta á óvissuna sko. Já, það er bara þannig og það verður ekkert sjó eins sko. Nei Þannig að óvissan er góð og ég veit það ekki, ég var alltaf svona nót hugsa hjá mér eins og maður gerir alltaf þegar maður er búin að gera eitthvað svona hvað vil ég bæta, hvað vil ég gera öðruvísi mér fannst þetta bara rock solid sko. Og líka bara eina sem ég sé eftir ég hefði viljað fara sko, eftir sýninguna á pöpparöld landsíðan gert það Já, okkur gerur það ekki, þú hékkst bara baksvís allan tíman Já, það var bara alls konar fólk að koma og knúsa mann og þessi og hinn tímileg svona það bara landsíðan fara á gott svona pöpparöld labbar okkur bara Mér hefst ekki þurfa þess, ég fór bara í Andrið í Austurbæði það var bara nóg, píluspjald og bjór og allir glæðis Hvað er landsíðan fórst á bara svona almennilegt pöpparöld bara svona labba á milli staða Það er helvíti landsíðan, við gerum alltaf við vorum alltaf
að því, nei, við gerum það tvís það sem við vorum með bjórgönguna góðu Já. það sem var 1 bjór á 10 stöðum var það ekki? Jú. Það var heldur betur pubbaröld Já, ég saknaði sko ég líka, en það sem ég saknaði ekki þú manst þegar maður var yngri og maður bara svona mökkaði sig og fóð svo í bæinn klukkan 3 til þess að maður þyrfti ekki að kaupa áfengi niður í bæ sá tímið liðin sko Já, að fara inn í bæ klukkan 3 ég veit ekki hvað fólk gerir í dag Ég á ekki breyki það sko En gerir fólk það samt ekki í dag? Jú, ég er að tala bara yngra fólk skilur sem er bara að fara á djammið þá bara keirur í þig heima, fer inn í bæ passar þig að kaupa ekki neitt eða svona, þú veist, maður bara passa sig, maður á minni penning og er ungur og eitthvað svona Nú snýst þetta bara við, nú viljum við fara eins fljótt og við getum svo við getum komið fyrr heim til að geta náði að sofa betur svona forgangsröðin er bara allt önnur sko Já, en við vorum með nætupössun fyrstu á laugardaginn Já, hvernig nýttur það? Bara eiginlega neitt, við sáum bara og ég vaknaði klukkan 7 eða eitthvað Já Líkans klukkan er orðin agaleg sko Já, en þegar þú vaknar einmitt svona klukkan 7 og er ekki svona hvað gerur þú þá? Þú veist, að því vanlega myndir þú fara fram og tala við krakkana og eitthvað gera fram að borða bara eitthvað svona bara femma fram eitthvað Hóra á sjónvarpið hvað? Þetta er svo rugglað sko maður er spenntur fyrir að fá nætupössun svo leiðum að vaknar án þeirra þá er maður farin að sakna þeirra leið Ég veit það Svo leiðum maður hittir þá bara svona að fara eitthvað annað Já, þetta er alveg þannig sko Þannig að já, ég get trúa því sko Þannig að þú saknar þetta, það er svona fyrsta Já, auðvitað maður hefði viljað hafa það hjá sér En þegar þú fær nætupössun, ertu þá svona að gera í því að sækja þau seint eða ertu bara svona, ég sækja hádegið Er hádegið svona reglan þegar þú ert að sækja eftir nætupössun? Já, getur verið fyrr sko að fyrir bara eftir hvað þið eru og svona eins og minnsti, hann var heima hjá ömmu og Gekk það vel, hann er nú ekki verið í nætupössun áður eða? Nei Gekk það vel? Já Var ekkert vesen á honum? Nei, hann er svo þælur, hann er bara svo eiga í forrið sko Já, ég er að vona að verði Þú varst að tala um einhvern daginn að væri eitthvað svona vesen eitthvað Á dag? Nei, á degi Degi Segjum að það á degi Já, fannar Það er bara, ég veit ég alltaf að segja þetta það er bara svona deg bara sonum Þú hefur þurft að bara Á degi? En má ég spyrja, en Valgerður, er hún ekki að tala um hann þannig? Hún segir alltaf þetta deg en þú veist, hann heitir Dagur hann heitir ekki deg allavega, það gekk bara fínt skilur við, en hún var ansið þreytt þú veist hvernig þetta er þegar lítið börn eins ás var sig og uppið hann anda hann er anda sem ég gerir bæði við ennþá með börnum mín sem eru sko 9 og 7 ára fyrir svona upp að þeim og svona hann anda og upp að katrinu sendur svona pota í hvað er börni? Var bara svo Já, jú það er ekki lægi maður passar öndunina sko en kannski ekki þú eru 10 ára ég er svona Nei, þetta er einhvers konar þráhyggju tendens einhver sko ég veit það ekki sko Já en ég vona að fólki sem var á livesjónu hafi farið bara niður í bæ að skemmta sér að þetta er svo þægilegu staður þetta er bara Austurbær, bara búm, strax komin í einhvern bar sko og líka bara verið bara, þú veist, strætó stoppar hann bara beint fyrir utan sko Svo hefum við náttúrulega getað að fara á tónleika á efri hæðinni sko Silfurdunglum, það var Bjössi í mínus að gigga Já, Jens og fucking Jens í sálinni með saxofónin hann lítur út eins í dag og hann leit út bara þegar við vorum á sálaböllum bara fyrir 20 árum sko Já, pældi í því maður alltaf á saxanum Já, er hann ekki bara bestur á saxanum? Mér finnst saxofónin hans eitthvað svona stærri en annir saxofónar er það bara Nei, Jens er bara lítill sko Já, það er svolítið hann er bara 1,63 eða eitthvað Já, hann er náttúrulega svo frægur af því að Steppi sko í lögunum með sálinni kallar hann alltaf Gottin á Jens! Jens! En ég hef aldrei talað við Jens eitthvað svona, blessaði Jens Jú, hann kom í hraðfréttir Jens, hann var á saxanum fyrir aftan þig þegar Steppi var ég hef ekki talað við hann Jú, hvað mennur, þeir voru bara inn í stúdíu hjá okkur í svona klukkutíma Steppi og Jens? Já, Steppi var gestur og svo kom Jens eitthvað fyrir aftan eitthvað Já, ok Þetta fennir yfir mig maður Já, við vorum líka að sína frá einmitt svona brotaði besta og eitthvað svona svona gamalt myndefni á sjóinu Já. Og vorum alveg með smá áhyggjur eitthvað svona, hefur fólk eitthvað gaman að þessu og er þetta ekki alltaf langt og eitthvað lalala en ég held að það alveg skila sínu sko. Svo vorum við Bjögga tribute Já, tókum gullvagninn og... Þannig að ég held að Bjöggi hefði verið sáttu með það Já, hann var með okkur í þessum maður Já, klálega alltaf gaman að hitta Bjögga ég hef mjög gaman, ég var bara að gleyma því Við gerum alltaf þátt fyrir Rúfina fyrir 1.000.000 árum síðan sem hétt
hraðfrétta rútan þar sem við fórum bara og náðum í einhver svona Eurovision legend eins og Bjögga já. og að því Bjöggi hefur alltaf verið svo miklu uppáhaldi hjá þér að þú varst bara svona í alvöru stressaður að hitta hann. Já, mér leið mjög illa sko. Þetta var örugglega fyrsti hittingurinn. Ég held það var þá sem ég fattaði eitthvað svona váka, Benni er starstruck right now. Já, ég bara andaði hratt og Þú gæst ekki tala Nei, ég þurfti bara að byrja að spyrja hann einhver svona, hvað finnst þér rútun okkar? Þú stóðst alltaf og hvað sagðir ég ekki segja? neitt Já. En er þetta alveg horfið, þú veist að því svo höfum við hitt Bjögga eftir það skilur Nei, alltaf verið með svona smá ég svona fæ svona smá í magan svona. fyririldi í malla. Já, ég myndi segja það sko. Já, ég var eitthvað að hugsa hver það væri mér heitir Bubba Bubbi er alltaf bara, nei, ég veit það ekki. Hann er samt svona, þú veist, hann talar svona, þú veist, ef Bubbi kæmi hann inn, skilur, hann myndi bara alveg mala og tala við okkur, skilur, á fullu. Bjöggi er svona, hann var svona, Blessaðu Benni. hann var svona vikt yfir honum, svona, hann var ekki að trufla mikið, sko. Það er eitt moment sem ég man mjög vel eftir með Bubba, þá vorum við að klippa seint eitthvað, 6 eða eitthvað upp á Rúf, hraðfréttir og vorum á algjöru deadline og Helgi Seljan var alltaf að trufla mig, viljandi. Í klippinu? Já, við vorum að klippa hana upp á ITD-deildin sem við vorum að vinna á. Já. Við vorum alltaf að vinna með Helga Seljan og hann var alltaf að koma og trufla, eitthvað svona taka fyrir augun á mér og ég var alltaf Helgi hættu þessu, eitthvað svona orðin bara alveg pirraður. Það er ekki oft sem ég verið eitthvað svona pirraður en við vorum bara svo miklu deadline. Svo kemur hann fyrir aftan mig og heldur bara svona fast fyrir augun og ég er bara að fucking hætta þessu og tek svona alveg hendna á hann og kasta honum í burtu. Að þá er það ekki Helgi Seljan heldur Bubbi. Þá er Bubbi alltaf eitthvað svona ég ætla að vera með Helga í þessu og ég man að Bubba brá eitthvað svona Já, það var enginn sagt þetta að Bubba Mortens, sko. hann að fucking hætta þessu og Það var enginn sagt þetta. Bubbi Mortens og ég nei fyrir ekki að Helgi var eitthvað að stríða mér eitthvað þú er nú meiri strákurinn eitthvað Já, ámæður. Já. svo minninga fæst ég mér sko Er það fyrst skiptið sem hitti Bubba? ég man ekki en ég hef ekki sagt Bubba en að fucking hætta þessu ég ætla að segja þetta við Helga en það var Bubbi. Svo voru við lofum líka að vera með nýtt efni, við síndum Gunnar á völlum innslag. Já, og við spurðum salinn að því að við alltaf fórum í tökur á þessu Gunnar á völlum innslagi deginum áður á Víkingur Þór. Já, algjör kvatísi. Já, og þegar við gerðum þess að þætti í gamla daga 2010, þá var Gunnar ekki látin í friði þegar við fórum inn á völlin. Því þá voru þættin í sýningu og bara krakkar og allir bara upp á hann bara Gunnar Selfies og Já, bara, þú veist, þetta var löngu fyrir einhvern svona samfélagsmiðla og þættirni voru bara á fleiri 1000 spilanir í hverju einstu viku. En svo bara liði tíminn og Gunnar er bara búin að segja sér salt í grautin annar staðar, hann hefur komin á völli núna að vissi enginn hver var og hann var svo meðvitað það greið og þegar við vorum hann fyrir framan stúkuna þá kallar einhvern svona Gunnar og hann eitthvað snýsi við en þá er bara að kalla einhvern leikmann inn á völlinum Gunnar Vatnhamar eða hvað hann heitir það. Já. En hann hafði engu gleymt sko, hann bara datt í Gunnar á völlum karakterinn bara svona sko. En ætlum við að setja þetta myndband á netið eða er þetta bara fyrir það sem voru í salnum eða hvað? Það var einn nafla í salnum sem ég tók eftir leið og við sögum gjöru svo vel og var tilbúið með síman og tók upp allt vídeóið. Já, Gunnar á völlum. Já, vildi bara greinilega mikill fan af Gunnari skilur og vildi bara eiga þetta. Þá er spurning hvort við bara gefum út, ég er náttúrulega á lengri útgáfu af þættinum sem hann sýndur á liveshowinu. Já, ég sagði þér að stytta þetta. Já, ef við ekki bara gefa það út. Hvar? Bara á Instagram og bara já, TikTok bara YouTube og alls staðar. Já, jú. Why not? Jú. Já. Og svo tókum við líka innslag með Einari Bárðarsyni. Við hittum Einar Bárðarsson og þú varst að lemja hann eitthvað. Við getum líka svo sem alveg sett það á netið. En það var svo gaman að sjá hárið hans up close. Helvíti, sekkina á honum. Rosalegt. Þetta er þetta ekki best hefnaðasta hárigræsla sko landsins eða ekki það að ég hafi kafað í marga sekki skilur en ég held að ansi margir að núti sem þú þekkir ekkert að ég veist að hafa farið í hárigræslu og mér er bara svo geggjað að þetta sé option fyrir okkur kallmennan núna konur eru alltaf í einhverju drasli og hafa alls konar gefa okkur þetta, við mögum eiga allavega eitt eitthvað svona. Mér ertu ég heyra það bara menn er að fara mjög mikið núna bara hver var það sem sagði mig eitthvað Já, nei, hann er að fara í hárigræslu. Ég bara, hann? Já. Var bara eitthvað, hann er ekki sköllóttur eins og sko. Nei, þetta er ekkert bara þeir sem eru sköllóttir. Líka bara með Hákollvík eða eitthvað, bæta þig og breyta. Eru ekki alltaf að því? Eru ekki alltaf að setja eitthvað sveitalegt eða á okkur og ilmvatn og eitthvað og klæða ykkur ykkur föt og... Jú, ég er búin að vera með sama ilmvatni bara síðan ég var 16 ára, sko. Cool water? Nei. Mannst ekki því? Cool water? Nei, mann var ekki eftir því. Það var í tískuði ég var krakki þetta. Cool water? Nei, bara Bosch.
og að því að Heiða vill eiginlega ekkert í skipti sko, Já, að því ég er búin að vera með þetta alltaf já, það er eitthvað skrítið um að skipta, mér langar samt að skipta það því að svona, þetta er ekkert eitthvað sérstaklega, þetta helst ekki lengi á mér sko, veist hún fara bara snemma sko, já, ég hef svipaði sko. Ég er líka búin að þú ert aldrei með ylvatn, Jú. er það? Já, Já. kominu Það er, ég er bara svona samdauninni, þetta er bara svona fannaslíkt, Já, geti verið sko. þetta er við þannig sko. Heru, En árum höldum áfram, Já, ég ætla líka að já. segja frá orkusölunni, þeir eru náttúrulega með okkur líka og það er bara ansið auðvelt að skipta um rafmagn og þetta er bara lagsta verðið á rafmagni. Orkusölan.is tekur mínútu, 59 sekundur að skipta yfir og svo náttúrulega kranabíllinn.is sko, ég sá mynd af einhverjum notennan kranabílum daginn frá kranabíll.is og það var að færa sófa upp einhverja hæð það tók svo stutta stund bara, það bara sófaninn ég hugsaði bara, já, ég myndi alltaf velja þetta frekar en að burðast með þetta sófadrasl, einhverja stiga já, þó það væri hægt, skilur algjörlega. það er alltaf að velja kranabíl, Já, já, já. að þetta er líka hann er svo sanngjarn í verði Heyrið þeim, já, þeir eru frábærir. já annars það væri bara góður, sko Já, ég þetta er stuttur dagur í dag. Ég er að fara að hlaupa í píónan á með dóttur minni og já. bara aftur, takk fyrir að mæta. En sko, nú eru náttúrulega vikan er þannig þetta er kosningavika sko. Nú eru kappræður bara á næstu dögum bara á Sín og MBL og svo á RÚV á föstudaginn og það er náttúrulega 11 flokkar sko. Hvernig ætla þú að ákveða þig? Ertu búin að taka kosningaprófið og svona? Nei, ég byrjaði hvað það ég svo hvað ég nefnski. Já, en gerðu það samt, það var gaman að sjá Já, Ég held ég að fengi framsókn á þessu kosningaprófi þá bara gístu framsókn. Nei, ég ætla ekki ákveða með hér og nú sko. Nei. Mér ættu öll frábær Já. eins og er þetta að kjósa eftir því búin að vera með þessu fólki við erum búin að gera einslu allan bæ við þykir svo væntu þau öll Já, ég er alveg samanlega sko. þau eru öll einhvern veginn helviti næs Já, nei, ég veit ekki hvað ég get. Ertu komið ógeð af þessu kosningum? Nei, Ertu svona, Nei, ég hef alltaf gaman á kosningum. Það er eitthvað svona mannlegt við að lifna við öllu og þetta er svo stórt fyrir þetta fólk það eru margirina sem eru bara er ég að fá vinnu eða ekki eins og til dæmis bara Rúnafreyr, vinnur okkar hann er í hvað 5. sæti Já, eins og staðin er núna, lítið það hann sé vel út fyrir hann Já. þeir eru með 9 menn inni eða eitthvað já. en hann Getur allt gerst, getur allt gerst sko heldur betur. og svo líka bara eins og með Framsóknarflokkin fá þau annan mann og Viðreisn fá þau 2 fær Þorvaldur Davíð vinnu eða hafði hann bara að fara að leika aftur Já, hann má hann ekki alveg leika þá hún segir þessu eða? Jóngnar, er hann leika? Hann var í Felix og Klöru allavega. Já, hann var samt í frambóði, hann var ekki komin á launaskrá Nei, það er rétt. En ég held að bannið það ekkert, þú veist, meðan þingi fyrir í frí á sömurinn og þá má hann alveg leiki einhverju. Það er ekkert bannað. ekki bannað, nei Þú leikur ekki í neinu. en já, Hann leik nú í Gíslamartinni já einhver innslagi. það fór alltaf hliðin út af því, eða ekki? Nei, það er bara einhverjir eitthvað reyðir og þú veist, það er öllum skýt saman sko. Það? Já, Já, hei. jú, mér er skýt sama Já. ég veist það bara skemmtilegt og flott Ég er ekkert alltaf allir svona brjálaðir eins og þetta lítur út fyrir að vera á einhverjum samfélagsmiðlum og netinu. Nei En nú verði ég að fara í píanó. Já, þú verður að fara að bíunum, við heyrumst aftur á miðvikudaginn verðum örgulega með einhvern mjög góðan gest annars þökkum kærlega fyrir okkur og segjum bless